Við þurfum svo nýja byrjun á þetta vlog. Velkomin í nýtt vlog. Mér tókst að eyða fyrstu klippinni sem ég tók upp, búin að útskýra allt og segja ykkur hvað var að fara að gerast næstu daga. En þetta vlog er svo smá blanda bara af flutningunum sem að gengur nú með ósköpum og svo ferðalaginn okkar til Íslands. Við erum komin heim núna en guð minn góður, þessi flutningar tóku á. Það er ógeðslega gott að vera komin heim. En hoppum í byrjun á vloginu núna sem að eins og þið sjáið hefði byrjað með furðulega ef ég hefði ekki bætt þessari við. Ég ætla að sleppa því að taka sloppið minn með heim í sumar og ég verð að segja, ég finn smá til yfir því. I love it. Stilli fékk sér líka slopp daginn frá sama merki. Mjög manly og sætur. Ég er að vinna í að pakka niður baðherberginu hér. Það sem ég er ekki að fara með til Íslands verði hér. Og svo er ég svona aðeins að vinna í því. Ég held að þetta þurfi eiginlega allt að koma. En við finnum út af því. Ég ætla allavega ekki að vera með 23 kíló tösku á leiðinni til Íslands. Bara tilbaka. Það er bakki í vörð, maður. Wow! Það var komin tíminn til að pakka fyrir Ísland. Og það er ekkert flóknara en að pakka fyrir Ísland af því að er að fara að vera 15 gráður og næs veður eða er að fara að vera 5 og skýjað. Örugglega bæði, en þú veist, er að fara að vera 1 dagur á hinu og 20 á hinu, en þú veist, það steikta er að ég er að pakka fyrir Ísland á 3. degi og ég fer á laugardaginn. It's moving day. Klukkan er 7:30 og Stulli er farin að sækja bílinn. Hvar á ég að byrja? Hvað er ekki búið að fara úrskeiðis? Í fyrsta lagi eru 29 gráður í Stokkhólmi og ég er að drepast úr hita. Við auðvitað ætlum að panta einhvern svona bíl, eða þú veist, flutningabíl. Nefnum bara svona mini-van. Og það er búið að mæla með fyrirtæki við okkur sem við ákváðum bara að testa. Þetta er bara eitthvað app þar sem að, þú veist, fólk og fyrirtæki geta skaffa bílum og leigt út og eitthvað. Og ég græði það og bý til aðgang með rafrænu skilríkjunum mínum og set síðan ökuskírteinið hans Stulla af því að hann er bara að keyra bílinn, ekki ég. Og það virkaði náttúrulega ekki af því það þurfti að vera sömu rafrænu skilríki og ökuskírteini, ok? Þannig þeir höfnuðu því og ég þurfti að gera þetta aftur. Nema þá, kæru vinir, þá kom bara að ökuskírteinið hans Stulla væri í notkun undir öðrum aðgangi mínum. Og ég bara eitthvað, ok, þú veist, hvað var að gera? Og þeir ætla bara að setja inn mitt ökuskírteini. Það er týnt. Svo í gær, þá spurði leigusalinn hvort að við værum búin að bóka þrifþjónustu og við bara, já, það er eitthvað sem maður gerir kannski. Við ætlum náttúrulega bara að þrífa sjálf, en þú veist, það er bara of mikil vinna. Við erum pushing it að komast heim til Íslands núna á laugardaginn. Þannig við ákváðum að bóka þrifþjónustu. Við hringdum í gær og sögðum bara, þú veist, er eitthvað laust, þetta er svolítið last minute, en það er hægt að koma eftir klukkan 2 á morgun. Við bara drífum okkur ógeðslega mikið að losa íbúðina og þau getur komið 2. Fæ ég ekki SMS í gærkvöldi 21:45, þau loka 21 by the way, að þrifþjónusta mín komi klukkan 8 í fyrramálið. Og ég bara, já. Nei, það er ekki búið að taka neitt út. Stulli fær bílinn klukkan 8 og þá eigum við eftir að bera allt út og fara að sækja lyklana. Þannig að nú sit ég hér, ein, að því Stulli er að ná í bílinn, og bíð eftir að taka á móti þrifólki sem ég þarf að senda tilbaka. Þannig að það er allt búið að ganga svona pínu á afturfótunum hjá okkur og við erum bara tilbúin að komast heim til Íslands. En við skulum vona að þessi dagur gangi betur en síðustu dagur. Ok, I have an update. Ég hringdi í þrifþjónustuna og ég svona byrjaði að panika of snemma í símann við hana. Ég var bara eitthvað, þú veist,
Þetta átti að vera mjög skýrt að þau kæmi ekki fyrir klukkan 2 og ég var svo hrædd að þau komi og þú veist, þau get ekki þrifið og hún bara það stendur í kerfinu okkur að þau komi klukkan 2 og ég bara kannski leyfa konunni að tjekka á þau en ég fer að panika en ok, þau eru ekki að koma núna og íbúðin svona. Stulli komið með bílinn og að keyra í fyrsta skipti í Stokkhólmi. Og ég viðurkenni, ég smá stressuð, ekki það að hann mjög góður driver, ég bara mér finnst óþægilegt að keyra í fyrsta skipti í nýju landi. Alright. Þá bara að byrja að bera fram í fóstafi. Ég líka svo sniðug og ég var búin að pakka öllum stuttermabólum og hlýrabólum. Þannig að ég bara með langarma íþróttaból. Annað kaffi. Look what I got. Ég búin að sækja lyklana og ískaffi for that matter en ég er svo spennt. Stulli búin að hlaða bílinn og nú bara að fara í nýju íbúðina í 29 gráðum. Woohoo! Oh my god. Reddi í fyrsta bíltúrinn í Svíþjóð. Sameiginlega. Stemming. Honey, we're home. Heavy. Nóg af dóti. Þá það IKEA. Við höfum einu sinni farið í þessu áður og hún humongous. Það var mini IKEA ferð í þetta skipti. Við munum 100% að fara aðra en við erum alltaf að koma með rúm og hnífapöður og eitthvað svona essentials. Við erum officially búin að tæma Ljusteragötuna. Það tók sinn tíma. Við erum smá búin á því og við erum eftir að tæma bílinn hinum meginn aftur en it is what it is. Good lord. Við erum svo komin inn í íbúðina og ég er svona að vinna í því að koma eldhúsinu. Þetta mögulega það sem ég spenntust fyrir í allri íbúðinni. Fyrir þetta kannski grasið og þessar hryllilegu flísar. Og þá erum við með svalir. Með seríu. Við hefum eftir að kaupa okkur eitthvað svona cute húsgagn hérna en ég er svo spennt að vera svalir. Fyrsta máltíðin. Vorum að baka þessar yndislu pítsur. Hvað klukkan? Hvað klukkan? Það ekki. We don't have a clock. Það 12 mínútur í 10. Einmitt. Það verður nokkur óhepp í dag meðan hann að setja hérna. But we move on. Jú. Sjáu þið hvað orðið kósí á. Lampahotni. Cute. Mjög glamorous fyrsta nótt. Fórum svo í IKEA í dag til að kíkja á gardínur meðal annars. Gerðum allt annað en það. En við erum búin að setja saman rúmið, kósí. Vifta staðalbúnaður þessa dagana. Svo finnum við okkur eitthvað svona sæt náttborð og eitthvað þegar við komum tilbaka. En það verður svo gott að leggjast hér eftir langan og mjög erfiðan dag. Við erum mætt að skila lyklanum af gamla íbúðinni. Búin að tæma allt. Þetta mjög weird. Það aldeilis við blíðan. Nú cozy. Við erum svona komin á stað. Don't mind the mess. Let's go to Iceland. We made it. Upp á flugvöll. Og erum að öllum líkindum komin með miða, ef ég skildi sænskunni hennar rétt.
Nú sjáum við bara hvað gerist. Stundir og 50 mínútur. 2,5 tími og þá verðum við komin. Yeah, by the way, the slowest coffee maker on this planet. Ég getur drukkið 3 bolla og þú einn. Ég ætla að byrja á nýju bókinni minni. Mjög spennt. Ice cream time. Excuse my excessive mætt í úlpuna strax en... Hello.